Lilja Rödd Hlynsdóttir, Lengjubikarmeistari 2018 ásamt þínum félögum. Hvernig er tilfinningin? Hún bara geggjuð. Þetta alveg tilfinning sem maður gæti vanist. Og svo Ungverjaliðið var síðast Lengjubikarmeistari, manstu eftir því? Já, ég man eftir, var ekki 2011? Nei, Lengjubikarmeistari 2009. 2009, ok, já. Nei, ég man ekki eftir því. Þetta var byrjaði illa, Stjarnan byrjaði með látum, settu 2 mörk á okkur upp, var ekkert farið að fara ykkur? Nei, alls ekki, það bara svo geggjað karakter í þessu liði að það var aldrei spurning, við vorum alltaf að fara að vinna þennan leik. Þið sýndu að heldur betur þegar að við missum BMK, þá var bara bitið í skjaldarendur og látið verkið tala. Já, algjörlega, það bara þurfti allar þá að stíga ennþá meir upp og bara berjast meira og þetta var bara, ég hef engin orð hvað þetta liðið bara, það eru bara geggjar sem stelpur. Svo geggjuð innkoma hjá henni Söru í markinu, þetta er nánast hennar frumreini alvöru leik og bara tekur þetta. Já, hún var bara stórkostleg, bara frábær, fyrsti svona alvöru leikun hennar í meistaraflokki og það var bara geggjuð. Hún er í raun og veru að gera bara svipað eins og Helena gerði hér ári í meistari meistarana þegar Helena kom inn og sem varamaður og tók 2 víti. Já, algjörlega. Þetta er bara frábært. Já, það er að vennast þessu? Já, veistu, ég hef ekki verið alveg til í það. Til hamingju. Takk hérlega. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.